helviti grimmt, sko. Já, hann tekur á, sko. Herðu, það engin mættur að horfa. Það ekki komið. Jú, þarna. Já, það var að refresha til að sjá þetta. Það er tricky. Það er tricky, sko. Takk, Hörstu minn. Jæja. Þá erum við mættir hérna til Bandaríkjanna. Býta þess. Núna erum við komnir til Bandaríkjanna. Til New York fylkis ég vissum. Á brautinni Watkins Glen. Er þetta New York? Er þetta ekki Jersey eða? Ég var að skoða þetta í dag og sveimið það, ég bara man það ekki, jú, þetta er New York. Þetta er New York. Þetta er New York fylki. Ætli þið fari ekki allir á hamborgarabúlluna eftir? Myndi halda það. Ég myndi halda það. Hérna sjáum við Jökull í fyrsta, Ólafur Einar í... Nei, Ólafur Einar búinn að breyta nafn. Þetta er eitthvað svolítið flott. Virðulegt, Ólafur Einar. Er ekki Jökull búinn að breyta nafn líka? Jú, þeir eru komið svona prests. Systemi á þetta, bara mýðuleg nöfn. Ég man ekki, er Ívar búinn að breyta líka? Nei, Ívar var ekki alltaf. Hann var alltaf svona? Alltaf fullur. Takk. Fullt nafn. Síðan erum við með Inga hérna, Hauk, Jóhann Inga, Ása, Gunnar Ágústsson, hann kominn nýtt nafn. Og Agnar. Það er eitthvað trend í gangi hérna, menn að... Já, þetta er mjög skrítið. Ég er ekkert búinn að sjá þetta á spjallinu þitt. Við fáum ekki að vita þessu. Þetta er glæsilegt. Og Jökull hérna með 1:43.7. Hann á nú betri tíma inni, ég vissum. Hvort hann sé með sandpókana inn í bílum hjá sér, gæti verið. Menn ætla ekki að sína öll spilin. Nei. Það er þungað yfir, við erum ekki getur reynt hana. Getur reynt þetta? Veit það ekki, veistu það? Chat ekki við USA. Það hlýtur ekki að reynt þetta. Það er kannski að chatti geti hjálpað okkur. Jamie. Það er ekki... Já, ég þarf víst að vera með chatti rétt stilt. Það er ég búinn að gera. Byrju... Er ég ekki með stillendur eða? Hérna er ég með öll skilaboð, ég er með það. Já, við erum ekki... Menn eru bara ekki að segja kvöldi hérna lengur, góða kvöldi, góða fólk. Góða kvöldið. Þannig að það vantar einn. Andri verður ekki með. Andri er ekki með? Við vorum að tala að hann mæti chattið. Alex er mættir. Alex, góða kvöldið. Hvernig líður þér í dag? Til hamingju með sigurinn í gær, sjálfsögðu. Vel af sér vikið. Þá fylgjustu við með Jóhann Inga, sigurvegara síðustu tveggja keppna og hvað er að koma upp í annarsæti? Jóhann Ingi er, já, hann er bara að vera komin helviti oflega kallinn. Hann er bara... Hann er 14 stigum eftir Jökli. Það er sigur. Já, þetta er bara... Ef að Jökull DNF-ar. Andri er í útlundum í gólfi, þannig að við munum ekki sjá hann í kvöld. En við vonandi sjáum hann í chattinu. Já, tekur smá pásu úr þessu kerfisporti sem hann er að... Í hvaða landi fór hann í... Til hvaða lands fór hann í golf? Ég vona til Spánar eða Florida persónulega. Hann er að spila hann í Watkins Glen. Fór hann til Watkins Glen í golf?
Já, já. Það er þetta grjótart, sko. Þá held ég að Andri sé sá eini sem vantar í kvöld. Sko, frá öðru niður í 4. sæti, Já. sko, Jóhann Ingi og Ólafur Einar eru jafnir með 77 í öðru og 3. Svo er Andri Már fyrir aftan með 75. Ok. Þetta er dead tight þetta, sko. Þetta er mjög tætt. Það er komið að stóru stígunum í kvöld, sko. Við vonumst eftir miklum tilfæslum í deildinni. Það er alltaf gaman þegar það er svona lítið á milli manna. Já, það er rosalega stutt nefnilega á milli. Þannig að þetta getur orðið. Horfum við hérna á Óla til dæmis í 3. sætinu. Hann er múin að taka brons, brons, silfur, brons. Já. Já, hann er óttalega konsistent, hann Óli. Þannig að hann svona heldur sig, já. Fyrir ykkur sem að þekkið ekki, þá er Óli gamli hérna Nosselbroth. Já, hann var hérna Hugarox nafnið þarna. Já. Sko, ég viðurkenna það, mér fannst eiginlega svolítið svona meira ókveikjandi að hafa Nosselbroth að eltaði uppi í staðinn fyrir hann Ólaf Einar. Já, þetta er meira svona friendly prestur, sko. Já. En virðulegt. Afar virðulegt. Við látum ekki nafni plata okkur, hann er helviti hraður. Það er hákall. Hann er hákall í dulnefni prests. Það er 3., annað 3. Hann er bara að bíða eftir, hann hlýtur að fara að koma. Hann bíður bara til mistökunum eins og hákall. Já, hann getur alveg tekið keppni á unnið hana. Án mistaka annara. Já. Gott kvöld, nafni Anton. Hvernig líður þér? Aldrei fæ ég nafna. Færðu ekki? Nei, fá að reglu það nafna. Já. Ekki svona basic nafn. Nei, þú veist, það eru ýmsa leiðir til að horfa á þetta. Hann er feskur. Já. Hann er við sáttir. Nei, sólkleru líka, sko. Já. Framtíðin er björt, það er greinilegt. Nokkuð ljóst. Hann veit að þessi braut býður upp á kappastur. Já, hann veit hvað er í vændum. Það er eins gott að þessi ekki mættir hérna þessi telja óstana og geisbýðir. Þá er ég komið. Það er leikur í það. Herðu, Verður vera tilbúin á þessu mjútaka hérna? Nei, við drefnum þetta í fæðingu. Já. Eða kannski ekki. Sjáum að Dodda hérna. Afar gott, mér líður mikið betur. Minn maður Arnar Freyr er mættur. Hilli Billi mættur. Og Agnar Freyr. Nei, hvað Agnar Freyr? Agnar Einarsson mættur. Það komið fyrst að spá mér þessi. Er komið spá? Það er, já, Alex Þór. Jökull á pól og Jóhann vinnur. Líklegt. Það væri djúvillig gott upp á stigatöfluna, já. Já. Jóhann Ingi heldur betur, já, hann er alltaf búinn að vinna síðustu 2, hann er favoritt. Já, það er stuðull á honum. Myndarlega Þór að veðja á þetta. Já. En hann var endilega að koma með spárinn. Já, komið með spár og heilsið upp á okkur, við býtum engan. Kvöldið, Pinni Pí. Já, Ívar fór allavega, hann hlýtur að koma aftur og það byrjar. Hann er kannski að skipta afturvæng eða olíu eða eitthvað. Tekur ekki þátt í æfingum. Nei. Takk fyrir Agnar. Doing the Lord's work. Já.
Arnar Freyr, við þurfum bara að gera eitthvað svona. Það hljómar mjög vel hjá honum. Alex er að hleypa þessu upp. Já, Arnar Freyr kommentar hérna. Alex að reyna að búa til bíf, spáir ekki jökli í fyrsta. Fyrir þá sem að ekki vita, þá er Alex Þór einn af meðlimum MS Racing. Þetta kemur Ívar aftur inn. Þetta er innherja vesen sem er í gangi þetta. Já, hann hefur verið að taka sandpókan á bílum. Þetta er svona Yuki Lawson system. Ætlum að fara þákað? Nei, ég tala ekki um það. Horfum ekki eins og ná þetta. Nei, ég veit ekki svona hvað þetta er sko. Það er ég að varna að taka sandpókan úr bílum bara. Já, ég held að. Mig gruna það. Hluti að vera. Ef ég þekki hann rétt, sem ég geri sennilega ekki, þá var hann að því. Hefur það fyrst þér? Já, Hilli komið með Jökull á pól og Jökull sigur. Double Glacier, eins og Bjarni kallar hann. Ég ætla að því að Hilli er svona tæknistjóri hjá okkur. Já. Og bara að minna hann á að þeir eru búin að setja tíma hérna á æfingu 1:43.7. Já, ég er að djóka. Já, 1:43.737 þess ekki, ég ætla að segja það. Já. Hann heldur kannski að tímatöku stressið. Það hann hefur haft rétt fyrir sér svo oft sko, að ég Já. skal senda honum ef hann hefur rétt fyrir sér núna, þá skal ég senda honum þetta mér. Ég þetta svo ekki mér. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Þetta er bara fyrir hann. Tæknistjóra... Aðrir. Það er að vinna verðum fyrir aðra. Ég sjá hvað þið sé með hvernig kringum mig. Herri, já. Lampa hérna frá rúmdóttalæðinum, batterís. Batterís? Já, hann er bara í búði. Þegar þú spáir rétt 12 tíma, þá færðu lampa batterís frá rúmdóttalæðinum sem ég er með þetta í. Herri, þetta geti verið tík þar sem að rúmfattalægarinn er farn. Hann er no more. Heyrðu. Og ég þarf að endurhugsa þetta eitthvað. Þetta er... Þú getur selgt að 6 milljónur eftir 2 ár, sko. Hilli, þú færð þá mjög frá okkur bráðum, ég held að það sé alveg sanngjarnt. Já, já. En þá þarf líka tíminn að vera réttur. Það þarf báði tímandar að vera réttir. Herðu, hvernig líst þér þetta? Hvernig heldur þetta að fara í? Herðu, ég... Óli er búinn að vera að negla henni við tímum. Óli er mjög hrað. Ég verð að vera sammála honum Bjarna Stefánsinni að Glacierin taki þetta. Hann er fæddur vinnur og það er það sem hann gerir. Það er það sem hann kann best. Og ég er eiginlega bara óttalega hræddur að hótun Jóa sé að fara að íta honum upp á næsta level. Já, þessi sókn sem er búin að vera. Já, ég held að þetta verði Brasilia all over again. Það er tekið bara þægilega. Já, ég held að það sé komið, ég trúi ekki að það sé komið hungurinn Jóa. Þannig að þetta geti orðið. Þið með endilega staðfesta hvort að Jói hafi fengið sér kvöldmat í kvöld eða ekki. Já, hvernig það var. Hvort hann hafi kannski verið að karblóta eða... er þetta refsing á Jóa? Nei, jú, 1,5 sek. Hann fór nú ekki mikið út af. Kvöldið Oliver? Kvöldið... 2. Hvað er Oliver 1? Mætti hann ekki í kvöld? Já, hvar er Oliver 1? Það er kannski eldri bróðir hans. Sögnum hans. Hættir sér. Já, þetta er svo einfaldur húmor. Hann er byrjað að hósta. Já,
byrjar á þessu. Oh, shit. Og blóta. Kannski 1 blót. Æ! Við erum að reyna að vera eðlilegir allar fyrir Já, göðu. Við erum búin að reyna að ræða hérna. alvörun að reyna okkar best að vera eðlilegur. Já. Fylgjumst aðeins með honum David Adams. Hann er í 7. sæti. Softdekkjum. Það er ekki fleiri þetta að spá hérna fyrir okkur, jú. Jó, vantar okkur ekki fleiri spár? Hvað erum við konum með 2, 3? Fólk er að fylgjast með æfingunni til að geta nellt þetta niður. Já. Ég skal fara yfir topp 3. Þá förum við yfir topp 3. Þá er það Jökull Glacier Hrafnsson í fyrsta með 1.43.7. Síðan er það Ólafur Einar með 1.43.8. Hann er með 2 sekúnda penalty. Það færist ekki yfir í tímatöku eða keppni. Bara svo það sé sagt. Ási er í 3. sæti. Hann er með 1.46.2.9.8. Ég á nú vona því að hann sé með ræðari tímaöxtar, bara ekki í þessu rönni hjá honum. Síðan erum við komnir til hans Jóa Egils, minn mann. Hann er með 1.44.2. Aftur, ég reikna með að hann eigi betri tíma einhvers staðar. Síðan er það Jóhann Ingi. Sigurvegari síðustu 2 keppna, blikkar okkur annað fallega. Sigurvegari síðustu 2 keppna og heitasti bílstjórinn þessa mundir. Já. Það er rönn í gangi. Það er rönn í gangi. Svo eru nú nokkri hérna Gunnar Ágústs. Já, hann er nú komið til silfur einu sinni. Já, hann er hann að daðra við topp 3 setin. Æja, núna byrjum við þessar tímatökur. Klukkan er að slá 21.30. Hún er gengin 21.30. Þá skulum við bara byrja þetta. Kvöldið G. Carroll. Velkomin. Þú hefur 30 sek til að koma að spá. Já. Núna þurfa spáin að koma inn. Það er nú komið hjá mörgum hérna, þannig að... Já. Hver er fyrstur? Hver er fyrstur? Er það Jói? Nei, það er ekki Jói. Það er ekki Óli. Það er ekki Jökull. Það er ekki Maggi. Það er ekki Ívar. Gunnar Ágústsson. Hann er fyrstur. Já, stofnandi lobby sinns það. Sjokker. Kannski smá, ég veit ekki. Ég ætla ekki að vera dómnefnd hérna. Herðu, hann fyrir nýtt hérna. Þá getum við farið svolítið yfir bara hringinn. Hvað þessar beigjur heita og hvað tjattið vill endur nefna þér. Já, þú maður endilega koma inn nefna þér. Já. Þá erum við að fara hérna í gegnum hérna, þessi heitir Hællinn. Nei, þetta er Táin. Þetta er Táin, kallar minn. Þetta er Táin, já, sorry. Er þetta þá ekki bara sólin hérna, þessi beinikafli? Þetta er sólin, jú. Já. Núna erum við komnir í Hælinn. Dásamleg hægri beygja. Fer yfir í vinstri beygju. Núna þetta nöfnin út nefnilega í opinberulegu nöfnin, sko. Hérna vantar alveg sterklega nöfn. Hérna megið þið skýra prívat og persónulega. Þannig, þú tekur fyrsta hringinn. Já, ég ætla að vera hérna bara inn í bílnum að skunna á fyrsta hring. Er það ekki skemmtilegt eða? Það hljómar vel. Ef ég er hérna í farþegarsætinu bara.
Þá bremsum við hérna rétt yfir 200 metra. Förum við hérna í gegnum beyguna sem að heitir 90 gráðu beygjan. Fer vel út á kantin hérna og upp S-in. Hérna viltu fara alveg flatur. Hann skiptir seint. Hann ekki að hugsa bensínsparnað núna. Förum við hérna yfir á backstreitið. Og núna nálgust við innri lúppuna. Bremsar 250. Slæðir vel af niður í 4. Gott exit þarna. Slæðir af. Nær góðu exiti vel út á kantinn. Og hérna erum við komin í fallhlífina. Þetta er löng hægri beygja. Komum við hérna í tanna aftur. Hægri beygja sem upp brekku. Tekið svona út úr hérna í exitinu, setta aðeins malbygg hérna. Mjög fallega gert. Gegnum sólan, bremsum hérna á tæpum 200. Gott apex, gott exit. Bremsar 100. Gott apex, gott exit. Svo slægir hann af hérna sennilega. Já, slægir hann af í 100 og leyfi bílum bara svolítið að leka í gegnum beyguna. Þetta glæsilegur hringur, glæsileg braut, glæsilegur ökumaður, glæsilegur bíl. Hann setur 1.445. Jóhann Ingi toppar það 0.4. Jóhann Ingi fljótur að toppa þetta. Jói Egils, minn maður. Stop the count. Hann komin í 43.9. Það það sem ég segi alltaf, stop the count. Og hver mættu þá? Óli mættur. 1.43.558, gott fólk. Ég veit ekki hvort það getur ringt hérna. Chat. Það eru fáir inni í spánni með þetta komið undir tímar hjá flestum. Það Alex sem eftir. Já, það getur ekki ringt hérna. Puttan á púlsunum. Chatið, þökkum ekki kærlega. Ekki ennþá búið að toppa Óla, hann Nei, Davíð Adams hérna með 1.44, 6.90. Jökull alveg við hann. Það ekki miklu. Jökull upp í annarsæti. Tíminn hjá Gunna dugar fyrir 8. sæti svona í fyrstu sín. Hann var að kljúfa vindin fyrir hérna. Kljúfa vindin. Óli og Jói Egils farin í pit. Gunni líka. Það eitthvað að gerast hérna. Var ekki Jóhann Ingi þá fremstur? Jú. Þá Jóhann Ingi komin á loka kaflan. Ívar komin inn í pit. Hvað gerir Jói? Hann bæti sig ekki. Hægur hringur, það eitthvað komið fyrir. Já, ég sá að hann var með lélegt exit út á fyrstu beygju. Já, hann tekið svona mikið af. Ég sá ekki hvort hann hafi gert frekara mistök eða ekki. Sjáum Þessi hérna. uppröðun. Ingi kom með penn. Ási hérna komin upp í 4. Maggi Ingós bæti sig. Dotti bæti sig. Hann Ingi virðist alltaf klára hringinn þrátt fyrir penalty. 4 mínútur eftir að tímatökunni. Þá hann sennilega að reyna. Hann sennilega að reyna sko að nýta bara bensínið og létta bílinn þá. Og hafa þá sterkan loka hring. Jökull hérna að reyna að bæta Ólaf.
er spurning hversu vel það gengur. Óli oft kallaður tímatöku specialistinn. Það er nokkuð ljóst, hann er. Já. En allavega ekki menn hafa sett hring og ekki að bæta hringana sína. Nei, mikið af því. Ibbi kemur hérna, hann er á úthring. Það er tíminn segir hjá Jökli núna. Já. Það er yfir. Þetta tíminn þú svo er. Nei, hann er langt og eftir. Hann er ekki að bæta seldur. Hann er bara nýri bit bara. 2,5 mínútur eftir þessu, það er alveg tími fyrir nokkur hringi viðbútt. Það er ekki bara einu útring og einu tilraun. Jú. Það er bara loka bús. Dotti bæti sig. Okkar maður Gunni kominn þetta niður í 9. sæti. Hann á nú, við erum nú búin að venjast honum í topp 5 allavega. Já. Þetta er að ræða svona aðeins Ingi bætir sig. heldur maður. Já. Haukur Ingi hérna í 11. sæti. Við erum nú líka vanir, var hann ekki á pól síðustu keppni? Jú. Hann á nú tíma inni núna. Hann er með hraða á einu hring allavega, það er síðan það. Var óheppinn í síðustu keppni, átti skilið meira úr henni. Já. Það er nokkuð sem leggir smá vesinni þar. Já. Fylgir þessu legg. Þessu sporti. Sko. Dotti að bæta sig hérna á tímatökusvæði 2. Ási bæti sig fyrir upp í 3. sæti á kostnað liðsfélagsins, Jóa Egils. Alex Þór með góða punkt innan við 1 sekúndu í topp 9. Það er engin tími, þetta er bara Það er crazy. Þeir eru mjög jafnir. Ólafur er ekki að bæta sína braut í þessu hring. Gæti náðu öðrum samt, já hann er sennilega öðrum. Dotti bæti sig 20 sekúndur eftir þessu. Nær Gunnar öðru hring. Þeir fáu þetta klára hringinn sem þeir byrja á ef þeir ná að byrja innan við 10 mínúna. Já. Ingi bæti sig. Gunnar að klára þá sinn síðasta hring hérna. Hann er ekki að byrja hann. Sýnir mér Óli vera búinn. Gunni fær penn. Hann er búinn. Agnar fer hérna. Ekki að bæta sig á þessu hring. Jói er búinn. Davíð Adams bæti sig. Haukur Ingi bæti sig. Óli er búinn. Jökull er ennþá. Koma hérna í línuna. Ási er að klára hérna. Bæti sig ekki. Jói Egils búinn. Jóhann Ingi búinn. Ívar búinn. Maggi ennþá. Maggi er bara á loka kaflanum. En hann er ekki að bæta sig. Fer út af þarna. Þetta er penn. Maggi að klára hérna. Haukur Ingi búinn. Agnar búinn. Gunni búinn, Davíð búinn. Ingi ennþá. Hann gæti nú gert eitthvað hérna. Dotti bæti sig. Ingi er að bæta sig. Nálægt vegnum þarna. Bæti sig. Ekki nóg til að toppa Davíð. Hvað er allir búinir?
Herri, við erum talað Óla í fyrsta, Jökull í öðru og Ási í þriðja. Var eitthvað með þetta? Ég held nú ekki. Það Í er þetta skiptið. mikil fjölbreytni á bílum í topp 5. Það eru efstu 4 á Lexus og Jóhann Ingi á Porsche. Glæsilegt. Það er topp 10 eru allir innan við sekundu. Já, þetta býður bara upp á gott reis. Þá erum við með Óla, Jökul, Ása, Jóhann, Ívar, Magga, Hauk, Agnar, Gunna, Davíð Adams, Inga og Dotta í síðasta. Já, Þannig fór það. minna en 1,3 sekundur á milli fyrsta og síðasta. Þetta er ekki mikið. Hvaða komment er að koma hérna frá Oliver? Það er búin að missa af þessu síðustu skiptum. Þetta er 7. keppnin, sko. Þetta er aldrei komið frá Oliver nr. 1. Það er alveg... Nei, Oliver 1 hefði verið með þetta bara á skrá hjá sér. Við gefum honum séns. Það eru keppnir eftir, þú manst þetta næst. Já, það er... Nokkuð við sem hann hefði spáð þessu svona ef hann hefði vitað þetta. Já, hann hefði gert það, sko. Yfirleitt með svona hluti á hreinu. Já, við erum komnir hérna út á braut aftur. Var það milliæfingin, það er uppbytunaræfingin. Hérna getum við aðeins fylgst með dekkjum og hérna bara svona hvernig skapi menn er í, sko. Hann misti sponsinn frá N1. Það er engin Oliver 1. Ok, það hlaut að vera. Kannaðist eitthvað við þetta nafnefnilega, sko. Já. En það er svona. Já, hluti gerast. Já. En þá erum við með Ása hérna, hörðum, Ívar hörðum, Dotti hörðum, Agnar hörðum, Ólaf hörðum, Davíð Adams hörðum, Ingi hörðum, Jökull á hörðum, Jóhann Ingi á hörðum, Gunnar á hörðum, Jói Egils á hörðum. Ég skal segja það, Bjarni. Það er af því að þetta eru menn sem að nei, veistu, ég get ekki sagt hana. Nei, Það er professional. Við erum professional. Haukur Ingi á hörðum, Gunnar Ágúst á hörðum, Maggi Ingóls á hörðum. Margir, er ekki bara einn hérna inni með... Það er bara einn hérna inni með breska fána. Í þessari deild, svo spurning hvort það sé öðruvísi í Já. hinum deildanum. Eru Gæti allir á hörðum með það? Það eru allir á hörðum. Það er sama strategía. Já. Mér minnir að Óli hafi búið úti þegar hann bjóð til en annan account. Mér minnir að hann hafi sagt mér það. En annars er ég ekki viss. Þetta er alveg svánu íslenskur. Já. Ég sé ekki munna á þessu. Hann er jafnt íslenskur og við hinn. Við viljum ekki svona komment framar. Það var bara létt spurning. Já. Herkur að koma með eitthvað last minute save hérna og með því á keppnina, spá á keppnina núna. Sko, þetta eru hálf velun ef þetta er rétt. Af því þetta er að koma eftir Ég tek þess að spá bara einu sem fyrir næstu keppni, sko. Já, 100%. Ég skráði þetta inn fyrir næstu keppni og hann er búin að spá. Hérna er verið að spyrja stóru spurningana. Sko, Það er réttileg. ef við ætlum að fara í þessar spurningar, þá er best að opna bara eitthvað private chat með eitthvað félagunum og hérna... Hergur, þú mátt samt alveg spá svona fyrirgefið. Þú ert með í þessu. Það má ekki skilja út undan, það er ljótt. Nei, við spaugum aðeins. Jón dróð mig bara niður í þetta. Já, kennum mér um þetta. Já, þetta er að fara að byrja, hættum að tala um það. Já. Þá förum við hérna í... Ási hérna að æfa startið. Pluss. Sjáu þið.
Nei, byrju. Nei, hafði það ekki í sér. Æjá, ég ætla á hérna Jóa í 4. Ég fer aftar. Það var það Óli, Jökull, Ási, Jói. Og multivinnirinn Jóhann Ingi í 5. Það er byrja. Þá er þetta að byrja. Herðu, Maggi Ingolfs með megastart. Sást hann? Í aftasta sæti með frábær start líka fyrir upp 2. Þetta fer bara annars mjög falli á stað. Dotti fór upp 3 sæti. Já. Það er enga breytingar á toppnum sem er. Nei, ekki nema Maggi fer upp hvað, 2 sæti. Missi Jóa aftur fram á sér. Hann Dotti er með núna mission. Hann er komin upp 4 sæti. Og hann er að fara upp 5. Maggi hérna fer aðeins út af hérna. Fer Jökull er komin í aftasta sætið. Hvernig vistu það hérna? Herru, ég verða Sá replay eftir smá. Já, ég verða eiginlega að taka þetta replay frekar en startið, sko. Já. Þá erum við komin með Óla í 1. og Ása í 2. Jói, minn maður, komin í pódium. Herru, ég verða hérna. Sko, ef ég fer á Magga fyrst, ég veit ekki hvað þið náið í. Þegar hann fer. Nei, ég sé það ekki, sko. Ok. Menn eru að keyra í sig. Byrju, ég fer í replayið aftur, ekki örvænta. Ég mista af þessu. Það er þannig, við verðum að... Og hann er líka með... Hvað er ég að gera? Útsendingarstjórnin að klika þetta. Herri, ég bara... Byrjum á því, ég byggðist bara stórvegilegar afsökunar á þessu. Þetta ritum við niður. Við skoðum Dotta á 1. hring. Við skoðum Jökul á 1. hring. Og við skoðum Magga á 1. hring. Já. Það er sér, hann Dotti að þegar hann frumur start fór upp 4 sæti. Já. Og hindar. Svo var Maggi og Jói Egils í baráttu, sko, í innri lúpunni. Og Maggi fer út af þar. Og þar stutt eftir fer hann. Það er frosi hjá mér. Frosi? Nei, þetta er ekki frosi. Og það stuttu eftir fer Jökull út af. Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Það stoppaði enginn annar, þannig ég reikna með því að þetta hafi verið hans mistök. Já, við þurfum að skoða þetta í blokkefni. En áhorfendur kannski áttar sig á því að við erum komið með hraðasta mann landsins eða í 12. sæti. Þetta verður veisla að fylgjast með þessu. Herru, Jóhann Ingi er að mega múi á Jói Egils. Já, ég fer á... Hákallir er mætur. Ég fer á 4. sætið. Hann ætlar að sækja þetta eru stóru stíðin sem hann getur... Núna getur Jóhann Ingi svo stór stíð og Jökull, Já. Ef hann kemur sér upp. Þetta er tækifæri. Það er 31 hringur eftir að þessu. Það er alveg nógu tími fyrir Jökull til að ná sér upp í fyrstu 4 sætin. Hann er alveg með hraðan í það. Já. Þá er bara fyrir Jóhann að komast ofar. Herru, sérðu, við erum konum með ritara. Já, takk fyrir þetta, Arnar. Ég er að reyna að skrifa þetta niður hérna líka. Herri, sko Arnar, þú verður líka að vera yfirmaður hérna endurskoðunarmála og rita niður atriði sem að þú og chatið vilji skoða eftir reis líka, sko.
Já, endilega. Herðu, Óli er komin bara í mjög þægilegt fórskot þetta fremst. Já. 2 sekúndur fyrir framann. Hann fyrir aftan er nú Hann annar er- fyrir völasætti. Óli er að setja fjólubláan. Þannig að hann á góðu fórskoti bara strax. Ási! Þú brýtur í mitt hjartað. Hann er komið með 1,5 sek pen. Þeir eru bara, þeir taka hann allir hérna. Já, já, já. Eils, Jóhann og Þetta er- Ívar. Hann er komið niður í 5.7. við þetta, sko. Það verður góður Fylgjast að með- hann hefur alltaf fyrir aftan sig. Heyrðu, hann hefur einn hring til að pusha eins og hann getur af því að penalty svæðið er á sólanum. Fyrir þá sem ekki muna þá er það í restina á sektor 2. Hann þarf að keyra allt í bóð, hann er nú ekki. Hann er- Þeir nálgast bara, hann er aftan. Jóhann ekki aðeins dottið niður en Jökull fyrir fram úr Haug Inga hérna. Það var nú bara afskaplega snirtilega gert. Býðu, Haukur Ingi er að komast fram úr hann af. Nei, þeir eru hlið við hlið Þeir eru hérna. hlið við hlið í gegnum vessin. Og þeir alltaf í hlið við hlið í gegnum lúppuna líka. Ingi hérna býður, Ingi- sýnir sig. Jökull bakkar. á undan. Haukur bakkar út úr þessu. Heldur 12. setinu frá honum Inga. En þá fyrir Ási að nálgast refsilínuna, þannig að Já, fylgjast með Ása. þetta verður blóðugt maður. Þetta verður blóðugt. Þetta kostar fullt af tíma. Hann er að fara að Ætti að tapa halda- 3 sekundum ás. Sjáu Þeir eru það, allir í línu bara þegar aftan. sjáu það. Hann var tæpa 2 sekundum fyrir aftan Óla, komur í 4. Það kostaði 2 eitthvað. Þetta hjálpar Jóhann Inga, hann er komin upp í 3. Já. Í hildar stígunum. Þetta hjálpa Jóa og þetta hjálpa báðum Jóhanum. Já, Jó. Jóhann, já. Jóhann Egils komin upp í annarsæti og ef að hann klára þarna þá er þetta hans hæðsta finnis í deildinni og jafnframt hans fyrsta pódium í deildinni. Já, hann hefur ekki náð á pall. Nei. En þetta er vissulega bara hans fyrsta tímabil í úrvalsdeildinni, þannig að þetta er bara gaman að sjá. Já, það verður sterkt. Okkar maður og allt það. Það gerist þegar það er nú Dotti komin upp í 8. á Maggi dotti niður hérna í 7. sæti eftir að byrja hvað 7. fór upp í 3. 4. 3. Hann er að taka, Agnar er að taka fram á Dotta hérna. Já. Komin hérna keil út á braut. Ég veit ekki hvort að það verðskuldi öryggisbíl. Þeir keyra hann út af. Jóhann er á honum. Jóhann Egils, það er eins og Nei, það er komið refsing á Ívar. 1,5 sekund líka. Ívar, þú brýtur í mitt hjartað. 1,5. Gæti mist Agnar og Magga fram á sér. Hann hægir á sig strax, hann bara tekur þetta strax. Hann vill ekki bíða með þetta eins og hann ásigerði. Hann missir Magga fram á sér. Magga, já. Kostar bara 1 sæti. Agnar hann að beint fyrir aftan hann, liðsfélagi á sjálfsögðu. Já, Agnar hjálpar honum. Ívar komin á beinu breytir aftur. Þetta refsing hann að verða svolítið dýrar hérna. Jói að elta Jóa upp. Hann er nálægt. Hann er nálægt. Byrst afsökunar, við mistum af Jökli fara fram úr David Adams. Ég reikna hann bara með því að þetta hafi verið snirtilegt og fagmannslegt. En honum vantar 1,3 í hann Gunna. Og Gunni er nú ekkert eitthvað auðveldur að fara fram úr, þannig að þetta verður skemmtilegur slagur. Ekki gefist þarna. Nei, en Jökull virðist vera með peysi til að taka þetta bara svolítið auðveldlega.
Hann búinn að vera mjög snöggur hérna fyrir manni. Jökli og David Adams. Þetta David Adams, þetta Jökull. Jökull að eyða aðeins meira, en ekki gleyma því, Jökull með skemmt. Hún að hægja á honum. Jóhann Ingi nálægt. Hann hvað dömur, hann erfitt að taka fram úr hérna. Já, þeir að fara á beina kafla. Ef að Jóin að halda sig fyrir aftan Jóa hérna í gegnum tanna. Þetta döðafæri. Kemur rætt hérna inn, en jú, þetta verið það að slá fyrir, það kemur hægur út úr þessu. Já, mér sýnst að vera rétt hjá Oliver að hérna Jökull aðeins að setja bensínsparnaðinn til hliðar út af skemmtinni. Já, nú bara keyrt í botni. Já. Já, þetta er mjög lítil skemmt með að vera hraðan á Jökli. Það er erfitt að sjá en þessi skemmt að hægja á honum. Núna mun Jóhann taka múf. Hann er Já, hann er rosalega nálægt. Jói tekur varnarlínu gegn hann og Jóa. Jói kemur utan á hann. heldur þessu, gefur plássið. Ég held að Jói ná þessu, hann er með innri línuna upp S-in. Snertast aðeins. Já, hann fekk að halda meiri hraða eftir að hafa farið, fengið víðara línuna út beygja 1. En nú að koma í lúpunar þar sem að ég held að Jói sé með betri línu í gegn. Já, hann er með betri línu og hann heldur þessu. Þetta var minn maður. Alvöru frekja hann tók þetta bara. Kannski í næsta lífi. Já, þetta verður spennandi parótt að fylgjast með í gegnum keppnina. Hver nú skildutekkin þetta þessu? Hörðu, Agnar komur í baróttuna með Gunna. Var hann ekki ofar eða? Jú. Nei, það? Nei, þetta er bara Maggi hefur gert eitthvað. Já. Það er ekki eitthvað masterclass og við mistum að þetta. Agnar er hérna með Gunna að taka múf. Gunni á innri, Agnar gefur plássið. Já, Agnar Jói er í skottinu. Agnar hleypir Gunna og Jökli svo auðveldlega. Hann vill ekki hægja á honum Jökli fyrir auðlýsfélaga. Þá förum við hérna. Vist að Jóarnir eru komnir á beinakaflan. Þetta er bara sama hringetning, þetta er bara hvenar eitthvað tekur vitlaus á línu þá er... Já. Þá verður refsa fyrir það. Herri, Jökull er komin inn. Herri, það er búið að breyta planning greinilega. Kemur út á 9 hörðum. Tók, held ég alveg eitthvað af bensinni. Nei, hann gerði það örugglega ekki. En hann lagaði bílinn. Hann kemur út á medium. Þeir eru hérna 12, 11, 10 og 9, þetta er bara ein hrúa, þeir eru svo nála hverjum. Alltaf þarf að vera ein lest. Þetta er eitthvað að fara að gerast þar. Fylgjast með henni. Ég læt vita hvað gerist á Jónum. Já. Þetta er bara samanlega. Fylgjast þetta með Hauki, hann er komin afskaplega nálægt honum Davíð. Hann reynir ekki. Sýnir sig aðeins, reynir ekki. Hann er örugglega að bíða eftir að komast á beinakaflan á startkaflanum. Er það þægilegasta leiðin fram úr það? Ég held það. Það er þetta bara svona, já, breiðasti parturinn og... Já.
Haukur Ingi skefur vegginn aðeins. Ívar fer inn, Gunni fer inn. Eru dekkin að enda svona lítið eða hvernig? Nei. Já, virðist það ekki vera mikið eftir að þeim allavega hjá þeim hérna. Herðu, fylgist með Jökli, er hann að fara að koma út á undan Gunna? Það verður alveg útrýku þar. Já. Nei, hann kemur hérna fyrir aftan hann, en hann er með miklu meiri hraða upp S-in. Já, hann er komið fram úr. Hann er komið fram úr. Gunni átti aldrei séns með þennan hraða minn á Jökli, komandi út úr pitnum. Sterk ákvörðun. Það er bara að kasta ykkur í þetta, að koma sér upp aftur. Jökull er að bæta sig. Ég ætla að gíska að þetta sé hraðasta hringur sem við erum að sjá þetta. Jú, hann ekki reynir alls konar línur eða þess að reyna að ná fram úr Jói Eils, en ekkert að þeim að ganga. Frek, nei. En hann er vantar að svolítið hræddur við Ása hérna beint fyrir aftan. Já, hann má eiginlega ekkert klikka í þessu, þá var hann kominn fram úr báðum. Þeir fara allavega ekki inn núna. Óli komið með þægilegt fórskot. Já, hann er búinn að koma sér vel fyrir þarna fremst. Maggi og Doddi hérna 5. og 7. Frábært að sjá það svona ofalega. Já, þetta var náttúrulega þetta start hjá Dodda, hann náttúrulega alveg frábært. Já. Það er gaman að skoða það aftur. Æja, ætla Jói að reyna þetta fyrir lúpunar. Þeir eru á ytri línuna, það er ekki nógu góð lína þetta í gegn, nei. Herðu! Hann reynir eitthvað í það. Nú á að reyna. Hann veit að þetta er tækifærið, hann ætlar að vinna þetta. Jói Egils ekki með dekk til að berjast mikið. Ekki Jói heldur. Hann er víður þarna. Jói Egils rosa víður. Þetta er tækifærið, já, hann... Já, Jói Egils á innri línuna. Ítir aðeins, switcheroo, gamla góða. Hann er komið fram úr, það er bara svoleiðis. Það er svoleiðis. Þeir töpuðu náttúrulega 1,5 sekundi á þessu á Óla. En núna er bara skýrst þetta að vinna það niður. Já. En Ási er nú komin alveg í skottir á þeim, þannig að þeir opnuðu fyrir það. Já. David Adams sem er nálægt Magga. Já, kíkja á það. Mér sýnist ekki vera að leiðin í pittin. Þeir eru báðar leiðin í pittin, já. Já, pittabáðir, Ingi heldur áfram. Ási komin í pittin, Jói Egils komin í pittin. Haukur Ingi heldur inn í pitt. Óli er svo þægilega harfefur í pittin þegar hann... Já, þegar hann nenni því. Hann taki ekki bara næst, hann getur leyft þeim að klára þetta. Kemur samt fyrir framann. Gunni ekki að sleppa Jökli hérna langt frá sér. Ekki nema sekund á milli þeirra. Ási kemur út á medium. Agnar, Davíð koma báður út á medium. Gult flagg, það er nú stutt. Einhver sem var að snúa eða? Já, herðu. Nei, fisklingur. Það var allavega gullflagg hann í smástund, ég sá ekki hvort það var ekki stopp. Ég sá nú ekkert á hérna á lappinu heldur. Jóhann Ingi er komin 2,6 sekundum eftir Óla. Býttu nú við, mistök hjá Óla kannski? Óli hefur gert mistök. Það er bara pressan þegar hákallinn er að mæta. Já. Stóri og vondi úlfurinn. Það eru... Þú vilt hafa aðra að elta þig þegar þú ert með heitasta aukamann landsins hérna að elta þig niður. Já, þetta er ekki nátt sem við sjá á það. Það er pressa.
En hann nú samt búinn að bæta í þetta aftur, hann búinn að taka 0,3 ára á hann hérna. Já. Bæta við. Það má ekki gleyma því að Óli 1 sás nexti. Óli allar í pitinn. Nei, hann er það eitthvað ekki uppgótt. Jóhann ekki líka? Jói heldur áfram. Það hefði nú verið gaman að sjá Jóa undirköttan. Já, það hefði verið sterkt. Hefði getað verið sterkt að fara inn núna, já. Já. Framdekkin eru búin á Jóhann líka. Hörðu, við sjáum hérna Ása með Jökul hérna tæpri sekúndu fyrir aftan sig. Það er að mynda smá lest hérna sko. Jökul sér stöðu döflan alveg svo við, hann veit alveg að hann þarf að Já. sækja. Nei, þetta er eiginlega bara svona, þetta er eiginlega ósækjart hvaða tíma þeir að setja þessu litlum dekkjum sko. Óli er nú farin vel, hann er með aðeins meira dekkar Óli, hann virðist vera hjálpunum svakalega hérna. Já, Jói hefur þurft að eyða svolítið dekkjum í baráttu við aðra Jóa á brautinni. Já, Jóarnir slóðust aðeins að það. Við erum sterkt hjálpum að fara inn. Ási að sína sig hérna hjá hann Jóa. Báðir á feskum medium. En við vorum búin að sjá að Jói Egils, hann er mjög góður í varnarækstanum. Já, það er fátt gefist þar sko. Dekkin fór að gefa sig sem að þetta, þeir eru nú að tapa svolítið tíma að það fremstu tveir. Þeir þurfti nú að fara að hugsa að fara inn allavega. Já. Ætli hann, Jóhann Ingi sé ekki að sparkast út í sjálf og segja hafi ekki undirkött á hann Óla hérna. Jó, þetta var smá blöndir en Maggi Ingóls er komin bara undir 2 sekúndum til það sko. Jói fer inn, Óli fer inn. Maggi inn, Maggi græti mest á þessu. Já, mér sýnst það. Fyrir utan það sem eru náttúrulega úti á medium núna, Dotti fer inn. Þá var það bara Ingi í 5. sæti, hann fer inn. Jói Egils að koma, gæti hann verið að hann er að fara að græða mikið á þessu, eða ekki? Jú. Hann kemur fyrir fram á, hann er komið fremst. Það er ekki alveg búið. Stop the count. Jú. Hann er komið í fyrsta. Óli kemur út í 3. sæti. Þeir eru eftir að fara aftur inn, þannig að kom Óli út á medium eða? Ási er að koma mjög hrætt á Jói, en Jói veit að það þarf að vera inn í. Já. Jói tekur varnarlínu. Þetta er virðingavert, þeir eru að liðsfélagar. Núna þurfa þeir að vinna saman og reyna að stinga Óla af. Já, það þarf eiginlega ekki að vera að eyða tíma í baráttu hérna. Óli kom út á öðrum hörðum. Herðu, það er hann Jökull. Já. Í baráttu við hann Óla. Kominn 2 sætum fyrir ofan Jóhann Inga. Þetta er rosalegt. En Jökull á eftir að píta allavega 2 svari viðbútt held ég. Já, hann er þetta dekki líka orðin. En Óli fer út á hörðum. Já, hann endaði á snöggum medium stindi. Já, næra, já. Þeir eru að fara inn á 10. til 13. ring. Þannig að þetta er Tjatti, kannski getur sagt okkur hvað medium dekkin sé endast. Þetta eru, já, 10 til 13 á hörðum, það er nú ekki. Það er svolítið mikið Jökull aðeins út í vegginn. Og hver er það mættur? Óli. Gunni hérna 1,3 fyrir aftan það. Jóhann Ingi hérna 4 sekúndur fyrir aftan, hann tapaði svolítið af þessu. M er að fara 8-10 ringi á. Þetta hafa verið nokkra sekúndur sem þeir og tapaði þarna félagarnir fremstu, Jóhann og Óli. Já, það voru misting hjá þeim að hanga svona lengi á þessu, en það er spurning hvort að Óli hafi verið, hvort hann ætla að fara sko 13-13 og þá rest á medium. Já. Það gæti alveg verið. Það þarf að keyra helvíti hratt á medium til þess að. Já.
það er spennandi að sjá. Já, þetta gerir þetta bara meira skemmtilegt. En síðan erum við með annað format á hérna á Vinners podcastinu eftir keppni. Hann Jóhann Ingi okkar kom með það hugmynd að vera með Podium podcast. Þá erum við með topp 3 í chatti með okkur eftir keppni og þið endilega bara neglið á okkur spurningum og hann Arnar Freyr ritari heldur utan það. Mikilvægsta maðurinn. Sá mikilvægasti. Og heldur ekki keppnin að hafa ritara. Rétt. Það er komin smá lest hérna. Topp 3, já. Já, það er Agnar er að stýra góðri lestatan frá 7. sætinu. Voru Dotti og Maggi seinir inn líka? Já, það virðist Já, þeir fóru á sama tíma. Þeir fóru á sama tíma og menn tapa á þessu. Það sé að það er nú engin munur milli manna hérna. Nei, það er lítill munur. Já, Óli gæti verið 13-13-8 eða 13-12-9. Ætli hann sjá ekki bara til hvort hann takja. Hann hefur vantar bara svolítið staðinn til að hann er á stað bara til að ráða því svolítið sjálfur eftir hvað gerist hérna hjá honum. Já. Nei, hvað heyrði ég þarna? Herðu, þetta var kaldi, sætti það? Svil með þá. Já, ljúfengur, herðu, ég get nú sagt hérna tjattinu frá smá sögu hérna. Víst að Þetta er okkar? Já, við nefnilega vorum hérna saman í daginn á fallegum degi í Reykjavík. Fórum við lýsendur í áhugaverðan ævintýradag með ótrúlega fjölhæfni dagskrá sem fól í sér heimsóknir til margra spennandi staði. Við byrjum daginn með ljúffengum hamborgurum á hamborgarbúlunni og fengum okkur næga orku fyrir dagskrá dagsins. Eftir matinn stigum við inn í Krafti þar sem við klæddum okkur í bestu gönguskó og útifatnað sem er á markaðinum. Til að undirbúa okkur fyrir daginn sem lá framfyrir okkur. Næst fórum við á Classic Detail þar sem bílinn okkar fekk endurnærandi þvott á sjálfskipað bílakaffispilið var endurnýjað með hágæða þrifnaðarvörum. Með bílinn skínandi hreinan héldum við áfram til verkfræðistofu Reykjavíkur þar sem við fengum innsýn í nýjustu nýjungar verkfræðinar. Þegar formlegheitin voru yfirstaðin fögnuðum við nýfengnum tæknitekningunni með því að skrifa undir skjöl með rafrænu undirskrift í gegnum Dokobit. Sem veittu okkur fullkomið öryggi með notkun rafræna skilríkja í samræmi við ströngustu Evrópureglugerðir. Þar má nefna reglugerð 910/2014. Þar sem við höfum brennandi áhuga á kappakstri stóð okkur til boga að fara til GT-akademíunar. Þar hittum við spennta meðlimi GTSI og við tókum þátt í hermiakstri þar sem að adrenalið flaug af stað. Eftir spennandi aksturinn vorum við fljótir að skreppa í Autocenter til að kanna nýjustu þjónustuna fyrir bílana. Til þess að slaka á eftir þetta fórum við í smá pásu og fengum okkur kalda. Eftir hressan bjór fórum við á lafasjó og upplifum magnarsýningu sem blasti við okkur náttúruöflunum. Síðustu heimsókn kvöldsins fórum við í verkfærasöluna. Þar skemmtum við okkur vel. Skoðum nýjustu verkfærin og milli þessar staða, þá voru menn kannski að spyrja, við vorum með þetta á Yamaha vélsliðum og fjórhjólum. Þetta var sérstaklega einstakur dagur og við þökkum öllum stöðum sem við stoppuðum á og þessum degi mun ég sannlega aldrei gleyma. Þetta var ótrúlega dagur.
Þetta var nefnilega mjög góðu Gott dagur að slaka svona á í Milwaukee eftir þetta allt sem eigi hérna Já. Herðu, Þetta búið Gunni, að gerast. Jökull, pittuðu, báður að medium Jói Egils, stop the count komin í fyrsta Þetta eru hvað veða mörg stopp eiginlega Þetta tekja stoppa keppni held ég skemmtilegt þegar þú sagði frá þessu Já. ég eins og lesa þetta plaðið eða neitt þetta bara kemur til inn svona það er ekki það ég hélt alltaf að skrifa þetta niður Já, þetta bara kom til minni draumi sko helviti góður það er engin gerfugreind eða neitt á baku þetta Nei, nei. þetta bara kom til minni draumi og Þetta getur að gera þetta var nú bara svona skemmtilegt nóg að gerast Nóg að gerast Herðu, við erum hérna það er Agnar til Hauks er lest er Óli hann kom út á hörðum aftur Já, kom út á hörðum að gera kannski það rétt að hann er komið 4,6 og eftir Ása þeir eru dekkinu á heimurinn bara að klárast þarna hjá Jóa og Ása Þau eru alveg að verða búin sko ég ætla að réttast væri fyrir Jóa til dæmis að reyna bara að koma sér bara inn sem fyrst með að við þannig að búið að fara hjá síðustu Já Já, ég held að overcutti sé ekki að virka vel hérna nei það hefur Ási smá dekkjamun á hann og hann er að sækja vel á hann Sjáum þetta Inga og Dotta í 10. og 9. Jökull á medium já Já þegar hann að rífa Gunnar í sig hérna Verðum við ekki að koma Já Herðu, Haukur Ingi að snúa bílnum Haukur Ingi, nei Þú brýtur um í hjarta missum Magga þar maður sér og það Ég eftir held nú alveg örugglega að ég hafi náð þessu Hann er að elta hérna Davíð Bakstreiti á og bremsa bara á grasinu Já Hann tók bara 7 metra hátt stökk Þetta var rosalegt ég var Ási var að taka hann með Jóa með hann fóla þetta Já, veitu Ég skal hérna Ási tók fram úr Jóa, já Er hann að mega múa aftur, eða? nei, Ási er komin nú hljóta þær að fara inn báðir þetta Ég replayi þetta bara snákvæðast Ási hérna Já Gegnum sólan Ytri línuna á hælinn Síðan á Síðan á ónefndu beyguna Þetta var easy Ekki mikið barist þarna Haukur, er hann að sækja nafni Haukur Duplantis er það ekki hann sem var hástökkarinn í dag Jú, var það ekki hann? sænska Já, sænska Tröllið. undrið já, var það ekki Haukur Duplantis, það er okkar maður í dag Já. hástökkinu hástökkar í dagsins, ég held að það sé alveg Já, ég held að það sé bara Er mjög nokkuð gott ljóst. sko Sást þetta eða? nei, ég Já, mistur á þessu, þetta var bara glæsilegt sko. Já. ég er svo upptekinn að skrifa hérna Rittara yfirmaður Fór þetta á skýrslu þetta er á skýrslu Glæsilegt þá er Óli komið fremst aftur Já. og Jóhann og hörðum fyrir aftan sig þetta er nú bara og að koma sér í eðlilegt róli þetta er skrítið pitstop ég fannst þér fyrir allt riðlast til og Já, svo þegar þetta er búið þá er þetta nú bara orðið nokkuð eðlilegt og stendur Ólafur bara sem hæðist þægilega og röstur og Jóhann ekki þægilega öru Ætli við þurfum ekki að fara að senda eitthvað mymbet á Ólafi tróð upp í okkur sokka jú Hann fær að tróða upp í þið soknum ég held að Jökull alltaf var að tróða upp í mig sokk
Við verðum allavega vel sattir eftir þetta. Já, ég held að. Ég persónulega ætla sérstaklega óska eftir bernusósunni á hamburgerabúlunni. Já, hún er komið með toppættar svo leys. Já, og ætli ég skólis ekki niður síðan með kalda. Ég var að sjá endursýningun hérna, ég fór hans tilbaka. Þetta er fallegt stökk. Þetta er mjög gott stökk. Beint og gott, sko. Og Vala Flósadóttir hefur nú stolt af þessu bara. Já. Það sé ekki móður hans, allavega frænka. Það er eitthvað skilt allavega. Herru, svaka fætt hérna maður, svaka fætt. Það er hérna 7. til 8. Jökull er að elta uppi Jóa Egils, Ása, Dodda. Herru, Doddi er að taka frá mér Inga hérna. Fyrir fram að þá. Og Ingir Já, stíksitt maður. Kemur hægt hérna í gegnum þar. Já. Hérna viltu fara hraðar inn en hraðar út heldur þú ferð inn. Ási brýtur í mitt hjartað. Hann er komið með penn. Það er refsing. Og hann er með, þeir eru 3 fyrir aftan sem að Já, þetta er dýrt. nýta þess. Jökull, það er jökull, já. Ég alls ekki reynsleysi með því sem hann fær í gegnum hann hana. Já. Þetta er alveg verið. Jökull komið upp í 7. Já. Já, nú bara. Já, hann er nú aðeins á verri dekkjum. Ó, smá slæti út. Doddi og Hörðum eru fram á, meira notuð. Þannig að hann grunar þeir ætti nú að komast fram á honum. Já. Það er erfitt fyrir Jóa að fara fram á Dodda þegar hann þarf að hugsa Jökull fyrir aftan sig. Það má ekki taka mikið tíma það. Nei, þetta verður að taka sem minnsta tíma og kosta sem minnstan hraða. En þetta er nú komið nokkuð gott hjá honum. Já, góðan tíma líka, gera þetta svona. Hann Jökull er með soldin óverhraða á Dodda en það er ekki mikið plásað upp. Hann kemur sér aftur í draftið. Hann er komin í draftið á Jóa sem er í varnarlínu. Og Doddi aftur fram úr. Hann treður sér hérna og hann kemst. Nei, hann fær ekki að gera þetta. Nei, þetta er ólöglegt. Já, Jökull komið fram úr og það eru 3 fyrir aftan hann sem að munu nýta sér þetta. Já, þeir stórgraði á þessu. Það mátti reyna, við getum ekki farið að saka um að taka heiðlega tilurinn á þessu. Þeir eru bara. Það var Ingi og Ási hérna. Gunni kemst fram úr hún og líka ger ég ráð fyrir. Smá kless við hana. Herru. Gunnar að nýta sér þetta maður. Já. Og herru, það eru senur. Lát þeirra. Jóhann Ingi er kominn. Óli hefur gert einhver smáægileg mistök. Það er kominn inn í 2,6 á milli Óla og Jóa Inga. Jónas Davíð að spyrja hvort það heyrist bara illa í bílnum hjá mér. Við enda glimtum alveg að spyrja chat hvernig hljóðið er. Maggi náttúrulega er ekki hérna til þess að fara yfir þetta með okkur. Hvar er Maggi? Það særi mann, en svona er þetta. Já, þetta gerir það sko. Herru, það er bara að koma. Býtu, núna koma þetta kvartar þetta. Það verður að heyra. Það kom að því maður. Já, núna veit ég ekki hverju ég á að breyta. Sko, ég er bara vanur því að Maggi kom inn, bjóð góða kvöldið og segja að soundið sé gott. Arna Freyr, yfirritari, það segir að þetta sé ekki vandamál. Þá hef ég ekki áhyggjur af þessu. Leysa þetta. Já. Jökull kominn. Skottið á Jóa Egils. Já.
snöggur í gegn, hann er rosalega snöggur. Já, hann á mikinn hrað inni. Langt í topp 3 en Já. 12 ringir og með þennan hraða maður, þá getur ýmislegt gerst. Það getur ýmislegt gert, sko, en er Jóhann Ingi að ná Óla með einhverju? Óli er með betri dekk núna, hann er Sjáu þið, Binni P kemur þetta bakkar okkur upp. Jónas Davíð, ekki breyta hann innu ef það er vandræði. Það er ekki vandræði að breyta því, sko. en Ég það er allir sáttir. Ég ætla að prófa að klikka 1. Nei, já. Jó, ég ætla að gera það fyrir Jónas. Sjáu þið, klikka 1 hérna. Núna ger ég bara ráð fyrir því að Jónas lætur mig bara vita hvort þetta sé betra að verra. Gerir ráð fyrir því að Binni P og Arnar drulliðu mig, en Hvað getur Jóhann ekki gert þetta? Hann er á verri dekkjum. hann er á verri dekkjum, hann er á mikið verra bensíni. Væri ekki best að reyna þetta undir þetta, Jú, gerir en eitthvað. ég held að Óli sé bara komin í svo gott svo góða stöðu bara með bensín og dekkjaðislu gegn honum Jóa að Já, hann þarf að óska eftir mistökum frá honum Óla. svona hann nær niður 0,1-2 og svo bara Já, en hann er að fara að tapa svo miklu á hérna ekki gera þetta. Tekur smá slæta það, hann er bara að sýna sig. Já, þetta er alveg jafnæri fyrir Jóhann í það. En, hvað er Jóhann ekki að gera hérna? Hann ætlar ekki að gera... Jóhann ekki fyrir inn! Þetta getur gert eitthvað. Sjáum hérna, hann er með 5% bensín. Takk Jónas. Takk Jónas. En hann þarf líka að koma út á réttum stað. Já, ég held að hann kom út í traffic, sko. Er Óli að fara að svara þessu bara? Og taka 10 á medium. Hann kemur sannlega út fyrir aftan yfir Adams. Eða er Óli að fara að taka 1-2 hringi viðbútt og vera þá bara örugur á medium? Já, auðvitað lokast þetta framöndan svo sem. Já. Það getur verið erfitt. Víst að Ólífer sagði okkur að hann hafi farið max 9 hringi á medium á... Jóhann Ingi er á Racing Hearts. Hann ætlar að klára 10 hringi. Já, hann getur på þessu. Jökull hérna styttist í hans síðasta stopp hérna. 1-2 hringir í það. Ég man ekki hvenær byrja bensín eða blikka, er það þegar 1,5 eða 2 hringir eftir? Þú ert að spyrja hárrétt að manna því. Chatti getur hjálpa okkur. Ég skal svara þessu leið og chatti er búið að svara þessu. Það er bara yngar á ekki. Já, ég býð spenntur. Herðu, Jói Íls er nú kominn. Hann ætti nú að geta tekið frá mig með þennan dekkja mér. Móti marka yngursandi fyrir það annars þetta. Hann lítur að hann á eftir að fara inn aftur. Það er Jói, já. Það er Maggi líka. Jökull fari ekki bara að lauma sér hérna inn. Það er ekki bara sterkuleikur. Jó, nei. Eins og þetta við sem ekki að stýra þessu. Já, væri sennilega búin að tapa þessu. Já, Ingi ætlar að lauma sér hérna inn. Jói hérna tekur move á Magga, tekur innri, bremsa seinna, classic. Og bara græjar þetta. Ingi fyrir inn á hörðum með 6%. Ég veit reyndar ekki svona þegar út í það er farið hvort þetta sé prósent eða lítrar. Ég reikna með þetta séu lítrar, prósenta. Við tökum því þannig allavega. Já. Mér finnst að Óli bara, hann er nú aðeins að tapa hérna á Jói Íls til dæmis. Já. Já. Við erum ekki að tala um stóra tölur, en það er... Nei.
En í stóra samíkinu er hann ekki að fara að græða á þessu þegar hann klárar mediumstætti sitt? Jó. En Jóhann Ingi verður náttúrulega. Jó. Nei, við vonum ekki, við sjáum hvort Jóhann Ingi verður ekki bara. Ja, við vonum. Óli er að tapa hellingstíma þetta. Já. Þetta geti allavega hleypt ykkur í baráttunum til þess að byrja með þá. Já. Jökull. Hann er orðinn afskaplega laus á aftan. Hann Óli. Ekkert eftir. Kemur inn núna, gerir ráð fyrir. Já. Það rennir bara ekki framhjá. Kemur inn núna, þá förum við á hann. Jóa. Jökull bara nánast ræður ekki við bílinn lengur. Hann er að fara inn. Jökull að fara inn, já. Það er alltaf að hafa það inn í pitlanni. Hvernig er hann á bensíni? Hann er alveg galtómur, hann þarf að bæta vel á seti. Jói er að taka virkilega hraðan útringjöna. Virkilega hraðan. Jökull missir allavega 2 frambúrsæður. Herru, Jói er komin á beinagaflan. Óli er að koma út hérna fyrir framan hann. Hvað munar miklu? Það munar 3 sekúndum aðeim. En Jói er að koma hérna á lyftur hraða með Óla. Hann kemur. Þannig að þessi tala fer eitthvað niður. Stop the count. Jói Egils er komin í fyrsta. Stop the count. Hann er að bæta sig líka, hann er að gefa allt í botnum. Já. Jóhann Ingi. Hann ætlar að. Þetta er tækifæri, nú er bara. Já, þetta er tækifæri. Snýst þetta bara að gefa vel í, hann er á dekkjum sem hann getur. Núna. Hann fær alltaf að keyra lengur. Já, en Óli komin á mediumdekkin. Það er. Þú verða bara svo hratt slítinn maður. Já, en á von ekki, er ekki bara það stutt eftir að keppninni að. Jó, það bara borgið sig. Þetta er bara. Rétt sloppið. Herru, við erum ekki konum með eina spurningu fyrir pódiumið. Já, það hafa þetta fyrir ofan belti. Vinsalegast bætið úr þessu. Já, hann Óli er að komin inn. gefa í. Jói Egils og Ási komin inn báðir. Já. Kísparri. Davíð Adams hérna fer inn. Það er bara komin réttur að það fyrir það ekki. Óli bara komin í sitt fyrsta sæti og lætur engan hafa það af sér. En hvar kemur Jökull út með við þetta? Kemur út í 5. Hann er 5. sæti. Á lyfturhraða með við Ása og Jóa. Hann er komið fram úr. Já, þetta verður bara skemmtilegt að fara yfir þetta með hérna pódiuminu og skoða þetta bara saman tíma. Jökull allra að hýrða þetta 3. sæti. Já. Núna er að keyra mjög hratt fyrir þennan. Núna er bara öll einbeiting á honum Jói Egils að halda þessu sæti. Mér þykir nú eiginlega bara frekja hjá honum Jökli að ef hann ætlar að taka þetta sæti á honum Jóa. Já, það er að hrifsa þetta, hann er búin að standa sig vel á Jói Egils. Já, þetta er bara mjög góð keppni hjá honum. Óli er bara að nýta dekkin eins og hægt núna í byrjun með hann kom í 4 sekúndur. Já, ég sá að hann var að bætaðist í tíman á milli þeirra áðan, þannig ég hætti bara að fylgjast með honum. Ég er með augun á þessu. Þetta breytist bara meira. Sjáum hérna, Jói er nú bara að halda þessu bíli svolítið. Já, ég tekið þetta tilbaka.
Það gerðist, þetta breytist ræð. Já, hann En var... Óli að setja fast í slag, hann bætti hann Já. hálfa sekundu. Já, Hann er að heldur betur gefið núna, hann ætlar að sækja þetta bara allt. Jökull strýkur aðeins vegginn hérna. Já, þetta er skemmtileg spurning hjá honum Oliver. Herðu, Jökull kominn í slipa við hálfa sekundu hérna. Jói var með betra exit hérna. Já. Kemur svolítið hægt út, en það er leiðilega kappið til að missa þetta. Já, þetta er vesti, sérlega bara vesti kaflinn til að koma að missa hraða í exitinu. Hann er fréttir á tófnum, hann er komin í 5,1 sekundi. Það eru fréttir úr þriðja seti, Jói var að setja hraðast á fyrsta sektor. Sá ætlar að gera. Hann ætlar að eiga þetta seti. Við erum með hérna Magga Ingóls og Gunnar hérna undir hálfa sekundu milli þeirra í hérna baráttum sjötta setið. Mér sýnist að hann Ási er svolítið bara skilin út undan hann í 5. seti. Já, Ekki rétt hjá mér, hann reynir það og hann reynir alltaf Jökull bara einn. Erfitt. Næja, núna hlýtur Gunni að koma hérna, sýnir sig aðeins, ekki nógu nálægt. En ekki bara býðið til áskaplanum. Jó, en Maggi er með meiri endarhraða heldur en Gunni. Já, hann er líka bara, það er ekki að segja að slíta sig frá honum, en hann komur svolítið. Já. Óli hefur ekki unnið keppni á þessu keppnistímabili, hann vann í fyrra. Vann held ég 2 í fyrra. Já, Óli er búinn að taka brons, silfur, brons. Við sögðum þetta í byrjun útsendingar, það var komið tíma á gullið þetta. Það er komið tíma á gullið. Er það ekki bara Jökull, hérna... Er það ekki Jökull, Andri og Jói sem eru með, hérna, sigra á þessu tímabili? Jó, Andri tók fyrsta og Jökull annað og þriðja og svo Jóhann tekið síðustu 2. Já. Já, mér sýnist Jói bara ætla að halda þessu. 5 hringir eftir. Jói á betri dekkjum. Já, það er svo erfitt að segja þetta er svona stutt á milli og... Já. Stóri vondi úlfurinn er baka það. Stóri vondi úlfurinn. Gunnar heldur áfram bara í skottinu og Magga. Já. Óli var búinn að koma, hann geti bara að hægja á sér núna, hann er komin upp í 7 sekundur. Já, hann geti kannski hægt á sér og gert smá keppnur þessu. Já, búið aðeins upp á eitthvað. En það er nú ekki búið að vanta mikið í það. Nei, þetta er búið að vera góð keppni. Þannig Jökull er búinn að sækja hérna á síðasta sektornum. Það er að taka allt úr þessu. Já. Komur hérna í undir halva sekundu. Ekki nógu nálægt fyrir move hérna. Ási laumar inn hraðast að ringa það. Já. Það er að fylgjast með öllu í einu greinlega. Já, það er það sko. Jökull er með betra exit út úr fyrstu beygju. Það getur hann svo oft. Þetta er erfitt, Jói hefur búinn að þurfa að verjast hérna svo oft, hann veit alveg hvað hann er að gera. Já. Það síðan ekkert að bjóða upp á neitt. Það er bara að halda þessu áfram. Leyfa Jökli að klára dekki sín. Hann er ekkert að sýna sig á Magga. Nei. Það virðist vera erfitt að taka fram á þessu bensína. En bensín er rosa góður á þessari braut. Ég held að Renaultin
Þetta er kannski ekki besta brautin til að vera á Renaultnum. Nei. Svolítið svona power braut, sko. Doddi hérna með sekundu aftur í Davíð. Herru, Ívar, við erum nú lítið búin að sjá að Ívari... Hérna, hvað var að gerast? Haukur Ingi Penn. Refsing. Já. Enn önnur, það var svolítið mikið við það. Já. En samt minna en ég átti von á. Já, þetta er braut sem er svolítið svona búin að sína sig, hún er erfið upp að þetta að gera. Já. Ívar hérna í 13. sæti við. Þetta er nú keppni til að gleyma fyrir hann. Hann á nú tíma og hraða inni. Og fyrir var liðsfélag hans eldir hérna Jóa fyrir 3. sætið. Það vilja allir komast í pódiumið til að komast inn í tjattið. Þetta podcast verður svakalegt. Já, þetta verður gott, sko. Jói fá sinn fyrsta pódium. Óli fá sinn fyrsta sigur á þessu tímabili. Það er bara 4 hringir að þér. Getur allt gerst. Já, þetta er kannski gott hjá honum Hilmari. Endilega kjósið Driver of the Day. Hún mátt endilega hérna segja hvort þú sért að tala Jóhann Inga eða Jóa Egils. Ég held að hann sé að tala Jóa Egils samt. Já, ég vona það allavega, því hann er alveg, það er ekkert grín að vera með mennskum í skottinu á sér hring. Þetta er búið að vera hann að stalla kefni. Hann fær líka mitt atkvæði. Svona hlutlaust. Já, alls ekki hlutlaust. Þetta er... En sko í þessum baráttu, þá eru þeir bara komnir helvítið nálægt honum Jóhann Inga. Já. Óli kominn hérna í... Er það ekki? Nei, það er svo lítið eftir. 10. Ég held að sé ólíklegt að þeir stríða honum eitthvað. Það er að sækja rætt samt, sko. Þeir sækja mjög rætt, sko. Já, þetta er endar... Wow! Alex með komment tímabilsins. Er ég að sjá þetta rétt, eða? Heyrðu. Ég hef hann bara að eiga þetta. Hann er bara kominn 1,6 hérna fyrir aftan. Fyrir aftan Jóhann Inga? Jóhann, já, þeir eru komin alveg bara... Já, þeir eru að pússa hvorum öðrum alveg eins og ég geta. Það er alveg ekstur í gangi hérna. Já, ég meina, Jói Egils frábært sjátt fyrir Driver of the Day. Jökull líka frábært sjátt fyrir Driver of the Day með frábært comeback. Ekki má gleyma því að það var minna en 1,3 sekúnd á milli þeir allra í tímatökum. Þannig að þú veist, þetta er ekkert hægir ökumenn þó til síðan klára í síðustu sætum. Þannig að þetta er meira en að... Já. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalega hraði ára jökli og flott sýning hjá honum að koma svona hátt upp aftur. Hann er komin í undir 1,3 ár. Jói Egils og Jóhann Inga. Þetta er bara bullandi séns. Þeir sækja mjög hratt upp kvennakafla. Þetta er komin undir sekundi. Hvað er að gerast hjá Jóhanni? Þetta er bara dekkin, já. Jói Egils að klána að gera okkar annars. Þetta er rosalegt. Jóhann Ingi verður að halda þessu upp á stíðin að gera í keppninni. 0,6 þetta. Ertu með eitthvað... Það er kannski starffræðingurinn okkar Alex Þór sem að reiknar fyrir okkur stiga munin á Jóa og Jökli ef þið klára svona. Og þannig ekki allt í þetta Jóhann Ingi. Ég er bara ekki vissum að ná að halda honum með aftar sig.
Það er, já, 1,5 hringur eftir og ef hann gerir vel hérna þá ætti þetta að vera kominn. Heldur séu allir sammála það eða? Jú, ég sé, Driver of the Day. Já, hvað er Jökull með eitt atkvæði og Jói rest? Já. Þetta er... Heyrðu. Jói er að taka varnarlínu. Þetta er orðið þannig. Það er orðið eitthvað stress en það var síðast í ringu þannig að þetta er... Heyrðu! Hvað er að gerast þetta? Fór hann út af til að fá penna? Nei, ekki alveg. Ekki, nei, hann hélt hægra framdekkinu En Jói er að koma miklu hraðar. Og hann þekki þennan kafla, Já, sko. já, Hann er búinn að já. taka fram úr. Þessar línur þekkir það vel. Ekki. Jói! Gefur þetta eftir. Passa sig, hann er ennþá með Jökull aftar í sér. Já, Jökull er kominn hann að... Jökull og Ási fara svolítið vítt þetta. Ási Hann er... Líklegur, aðeins svo breiður held ég. Tekkin eru... Aðeins út á grasið. Já, þessum medium strákum en Já, líka hjá Jóhanníka. já, ég held að Jökull á vestu dekkjunum. Ási er alveg í honum. Já. Þetta er... Heyrðu, Ási! Jökull! Ási! Jökull er bara búinn. Jökull penn. Þetta er dýrt. Þú brýtur mér hjartað. Driver of the Day segja sumir. Skúrkur dagsins segja hinir. Já. Heyrðu, Jóhanníki lifið af. Þetta var rosalegt, maður. Þetta var rosalegur endur á þessu. Við mistum við afsaki Óli að við vorum ekki að fylgjast með að fara yfir línuna. Já, sorry, það var aðeins mikið að gerast þetta. Maggi kemur hérna eina bensínlaus, nei? Gunni, þetta er, hvað var eitthvað að segja, career high fyrir Magga? Það er komið að því. Og var eitthvað að segja þetta kommentar um hann? Já, og hann er Arnór Freyr. Gunni Ingi hérna í 8. Davíð Adams 9. Doddi, Agnar, Haukur Ingi og Ívar klárar síðastur. Því miður þá skulum við fá hann Óla. Hann er hérna einhvers staðar. Og núna manni aldrei hvor Jóhann þetta er. Eru tveir. Þeir eru nú tveir. Þeir mega bara báðir fara saman. Já, ég býð þeim bara báðum. Það er ekki flókið. Nei. Góða kvöldið. Gott kvöld, drengir. Til hamingju með þetta, Óli. Þetta var mjög örugt. Já, takk fyrir það. Og því miður var þetta ekki mikill airtime fyrir þig. Nei, þetta var leiðilegt. Þetta var ekki skemmtilegt fyrir okkur. Það var þessi endir hjá Jóhanníka og Jóhann Egil, sko. Já, þetta var mjög spennandi. Jói Egils til hamingju með fyrsta pódium. Já, það var gaman reynd. Og þú varst líka hérna Driver of the Day. Já, snill. Jökull fekk 1 atkvæði, þú fékkst rest. Já, ég veit það. Ekkert að vera að gefa Jökli einhver atkvæði. Nei, nákvæmlega. Og síðan klárar hann 50, þú veist, hann átti ekkert atkvæðist í gilið þegar svona út í það er farið. Nei, ég sá að hann spinnaði hann á fyrsta hring. Já, var það hann sjálfur? Við ætlum að fara yfir þetta, ég misti af þessi replayunum, sko. Mér sýndist það, ég sá það svona því. Sjáu þið, hann Alex er að koma inn klötch hérna. Jökull er með 107 stig en Óli er með 102.
og Jóhann er með 97. Þetta er orðið æsispennandi. Það er full spennandi okkar. Já, við treystum bara Alex í að rekna þetta rétt. Þá erum við hérna með úrslitin. Þá var það Óli, Jói, Ási, Jökull, Maggi, Gunni, Ingi, Davíð, Dotti, Agnar, Haukur Ingi og Ívar klárar. Ívar, hraðasti hringur. Já, hann hefur sótt sér í sortar. Hanskum, ég var að vonast þess að ég var með hann. Veistu maður því? Herru, ég ætla að seifa replayið hérna, yfir ekki á lobbyið. Þá getum við farið yfir hérna, Namgi, Óli og Jóhann. Já, takk sömuleiðis. Já, sömuleiðis og djúðlar þetta skemmtileg bara til okkur. Þetta var rosalegur endir, sko. Og einmitt með sko Jökul og Ása bara í skottinu, sko. Já. Líka fyrra stindi á okkur, sko. Það var geggjað. Ég sá einmitt þarna bunkan þarna. Senast að stindinni. 4 þarna. Já, bensinus í lokin. Þetta var ljóttarinn. Já, tók ég ekki eftir það. Þú veist að ég bara taka frá mig. Ég var bara hvað ákveður hann að hægja á sér. Já, maður skildi þetta ekki alveg, það bara hvarf tíminandinu, sko. Já. Það var bara alveg í lokin sem ég var bensinlaus, þannig að... Já. Arnar, nennir að kommenta hérna öllum aðtökunum sem við áttum að skoða? Það var ein skemmtileg pæling, hérna í fyrsta stundinu, Óli og Jóhann Ingi. Þessi loka hringur sem þið tókuð. Hversu erfitt var þetta? Lendið þú ekki í ykkur? Bara... Herri, ég tók 360. Já, ég sá... Tókstu 360? Já. Við sáum... Sekundum á undan okkur. Við sáum gult flagg, sko, en við fundum ekkert, að við sáum ekkert á mappinu að neitt hver það væri. Nei, ég tók einn dans þarna. Þess með smá von þá, sko. Það var pínu spenntur. Maður sá bara hérna tími hvarf líka svo hjá okkur hérna, sko. Þú fæst enga skemmtið hann okkur? Nei, ég náði að halda honum. Já, svona. Herru, ég fer þá hérna... Já, svo hefur enda beitna á brautinu eftir 360. Já, svona þokkarlega allavega. Þægilegt 360. Já. Að tjekka hvað er langt í Jóa fyrir þetta bara. Ég held ég fyrir að fara og skeina mér eftir það, sko. Herru, ég var að byrja hérna CS-skrið með ykkur, þannig þurfum ekki að horfa á útsendinguna. Hún svolítið eftir á. Byrjum hérna á startinans Dotta. Það var rosalegt. Fyrsti hringur var Dotti, Maggi og Jökull. Planið var alltaf að taka 12-13 á hard. Já. 9 á milli. Já. Maður var svolítið erfitt þegar menn voru að skipta. Maður skildi ekki alveg hvað var að gerast í stöðutöflunni. Þetta virtist nefnilega að þú og Jói værið svolítið að tapa á því að Pétursson seint, sko. Já, við tókum einu pilsinu minna. Já. Ég þorði ekki að medja. Ég hafði ekki testað það ná mikið. Herru, þá förum við Magga hérna af. Hann er hérna hliðin á Jóa Egils. Það fær hérna Jóhann Inga aðeins aftan á sig. Skúrkur hérna. Snerti hann. Sjáu þið. Snerti hann eða? Það var ég að lífa þetta tjatt. Nei. Ekkert svona. Þetta er bara, fyrsti hringur. Ef ég fer bara hérna aftan á, sko, hérna, tek þennan hérna. Þetta er helvítist loftab, sko. Þetta er fyrsti hringur. Þetta er fyrsti hringur. Allt fyrirgefið. Sjáum við Jökul snúa það, við fyrstum það í útsendingunni. Við sáum allavega, sáum bílu öfu. Ég náði ekki heldur í replayið nefnilega, sko. Hann er bara að taka það, hann er bara að ná þér. Hann har uppsetta bílinn rosalega þessi kattur hana út úr þessinu. Já. Skemmt líka. Já, hann fekk skemmt og keyrði lengi með hana. Og það virtist svona, þú veist, eins og þessi skemmt væri ekki að hægja á honum. En við vitum alveg að hún er að hægja á honum. Það bara sést ekkert hjá þessum ökumanni. Nei, það er svona versta við það, sko. Það getur verið að go-kartbílinn á móti okkur. Herðu, við vorum með hérna fyrsti hringur, tímatapja Óla á hring 11. Já, það var þessi snúningur, falli 360. Það er alveg, þú veist, mínúta 16-17 eða eitthvað. 16-17 segir hann. Nýtt, getur það.
Svo verðum við. Það var þetta Ég verði rosalegt. síðan að fá að sjá stökki á honum Hauki, sko. Já, hann er með þetta líka þetta Haukur Ingi flugvél 18 ringur. Það var rosalegt, sko. Og er þetta, Það var þá á 11 ring. var þetta á 11 ring. Manstu hvar þetta var eða? Út í börstokkinu. Sko þessi hérna beygja heitir nefnilega innri lúpa. Og hérna er þetta ytri lúpa. Nei. Nei, Hvað? hvað? Það er komið Bara Alli content. og 360, þetta var Býtuðu bara... þið, núna verður tjatti að kjósa hvort stökki er betra, Óla eða Hauks. Þetta er rosalegt. 360 Olli. Þetta er kombo í Tony Hawk, sko. Þetta er alveg 100 stig, held ég. Já. Að minnsta kosti. Herri, síðan var það ringur 18. Það var nefnilega alveg stökk þar, sko. Já, það var mjög gott, sko. Ég skil þetta ekki, bara. Hvað er meira að fljúa svona? Það voru dekkin búin hjá Jökli þarna, bara alveg búin. Ég fór fram úr honum. Þarna bara á... Hérna? Það hefði verið, já, á 16. Já, þau eru búin hérna, sko. Ég tek fram úr honum, held ég, á 16. Já, Það fór snemma inn. það var rosa snemmin. Hann þurfti að, hann þurfti að fara snemmin út af skemmtinni, sko. Má ég að tjekka það eins og 16. 16. Já, það sé bara búið á þessu. Já, já. Hann var pixel eftir. Ég fæði fram úr honum í næstu beigju. Ég var myndið að förða mig á því okkur að það hægst svona rosalega á honum. Já. Var Jökull á medium hann í endan, eða var hann á hard? Hann var á medium. Medium. Hann var á medium. Já, hann var alveg gjössanlega búinn, sko. Já, þú varst á aðeins betri dekkjum, eða þú veist, á síðasta ring. Þá var Jói, þú og Jökull og Ási á bara jafn stæfum dekkjum, sko. Þetta vasadegunni, það var bara eins og fyrsta reysi, sko. Það var bara allt að gerast degunni, sko. Já. Svo erfitt að fylgjast með þessum stundum, sko. En við verðum að sjá þetta stökki á honum Hauk, sko. Það var... Já, sko, Alex þetta með, sko, Haukur fer herra en Óli með meiri stæl. Það eru 2 auka stig. Það eru eitthvað stig. Fór hann, Þannig er þetta að gerast öruglega. var þetta ekki bestofinu? Já, þetta er bara sama stað, sko. Við getum bara séð bara, það er að setja myndina hlið við hlið, sko. Þú veist, allt að gerast í reysinu, sko. Þetta stoppaði bara bíluna strax. Ég skil ekki hvernig hann náðist að fella niður skiltið. Það næri alveg 2-3 metrum fyrir ofan, sko. Það tringdi, þetta sést bara í útsendinguna, þetta kemur ekki í bílunum. Nei, það er mjög bara myndið, sko. Hún er Haukur að spá af hverju það er allir að kalla Vólu Flösadóttir, Flósadóttir frengar, sko. Herri, tjekkum hérna, hann væri svolítið gaman að sjá, sko, Aðeins og horfa á restina. þegar Jökull fokkar upp hérna í restina. Af því að þetta var nefnilega svolítið skrítið hvað gerðist, sko. Refsingu líka. Já, fær refsingu líka. Ja, þetta var einhvern veginn, sko, Jói, þú varst búinn að vera með, sko, menn í rask, í skottinu, það er alla keppnina, sko, ég veit ekki hvernig þú fórst að þessu. Nei. Þú veist, það var Ég bara, er líka blöytur, sko, ég þarf að fara bara í vel kalda stuttu þegar þeir sem dæmtum í stólum, sko. og það er línu sem þú þurftir alltaf að fara í gegnum börstofni, sko, maður bara hring eftir hring, sko. Sko, við sjáum hérna slæra hann bara af, sko. Já, dekkin er ekki alveg búið á. Ég Já. var betri dekkin með það. En þetta er rössingina. Þú Það veist. er bara bæjum. Ekki að Með, muna, Aðeins. 4 pixel betur, sko. Jói hérna, þú veist, aðeins betur en hann er vantar á hörðum. Svo er Ási hérna fyrir aftan á svona voðalega Það var svipuðum alveg, og Ég tók bara og hörðdekk. Jökull. Já, ok. Tók eina æfingar sem ég endaði á medium, tók 10 hringi og það var bara 8 sekúndur hana í lokin, sko. Já, já,
Ég var líka alveg mikið að melta hvort það ætti að reyna að taka fram úr eða ekki, sko. Og hefðir átt að reyna. Ég var bara endurgreiðar fyrir hana fyrsta stundi, sko. Já. Þarna fer hann. Já, þetta Það var djúpt. Alveg. Svo var bara hákarlarna fyrir aftan sem beið eftir þessu, sko. Þetta er svo grimm refsing fyrir þetta. Já. Þessi braut er rosalega með refsingar. Alveg 2 ára á mér. Það var svolítið refsingar, men hann fannst samt miklu minna ef að bjóstu við, sko. Það var helviti clean, sko. Það var eitt að það, ég man nú ekki hvað það var, ég glemdi það, ég ætlaði að skrifa allt niður á mér en ég gerði ekki neitt nema bara þegar Haukur stökk. Ég tók 1 sekundu, einu sinni. Ég refsingar. Það var eitthvað sem gerði aftan á eitthvað og fekk 1,5 eða eitthvað, það var ekkert... Ná var það? Já, ég ætlaði að skrifa það niður en... Má ég sjá dekkin hjá öllum? Já. Þessum efstu. Og þú ert hérna, bara þú veist, góður, okkur sama, svo sem. Sen er Jói hérna. Já, byrju, sjáum hérna þegar hann verður benchiless. Á hverju tókst ekki bara bensín? Þetta var... með vorustunum. Nei, svo er það spurningi að það er rétt. Þetta var alveg gott, sko. Það er ekki eins og strik hann á mælinu, sko. Nei, Adam fer að ferða. Oj, Oj! Þetta er svo tæft. Þetta er bara gert akkurat. Það er bara vikta bíla eftir reis, sko. Ég skildi ekkert í þessu, allt í hún bara hægður á þér. Jesus, Herrið. En það er munur að það, Jóhann, ekki. Það getur með minna bensín næst, sko. Örlítið minna. Já. Það er rétt. Það er gaman, sko. Sko, hefði líka ráslína verið svona 10 metrum aftar, þá hefði Jói líka verið bensinlega, sko. Já, hann hefði ekki getað dæmt þetta betur. Svo er Ási hérna, hann er alveg að verða búinn en Það sést í raut. sést í raut, sko. Já, það er ekki nóg að harður á þessu. Hann er alveg búinn hérna framann, sko. Maggi hérna með Alex, nei, Arna sagði að hann ætlar ekki að sverja á career high en allavega season high hjá Magga. Gunnar hérna var í raskatur aftan í honum hérna í svona 10 hringi eða eitthvað. Það bara hafði ekki endarhraðan fyrir hann. Okay. Ég held að sé alveg staðfest að segja að þetta var skemmtilegast að reysa hingað til, sko. Já, ég held að. Og það hefur einn andan fremst, við horfum bara ekkert á það við. Hinnir að þetta var alveg snill. En svo komið samt alveg svona mómenti sem það eru snill bílnum og maður bara, heyri, nú er þetta að gerast. Já, það var alltaf von, sko. Ég er alltaf eftir þessu, það er bara svona er það. Það má ekki gert að bræða þetta, sko. Eitt spinn eða kvarta þau einu sem það er 3,5 sekundar eða sekund. Já, einmitt. Þetta er rosa dýrt, sko. Þetta veit bara gott, þetta verður bara betra og betra. Því stressaður og stressaðari. Já. Letti í var einhverju vesinni eða akkur er hann svona aftalega? Ekki sem við sáum, sko. Já, það bara fer inn og tekur softback og læri það að starra í. Já. Og bara disqualified. Herðu. Það er einhverja sekundur refsingu bara? Sko, þetta samkvæmt reglunum þetta... ég held ekki að segja það. Ég er ekki dómari. Bara tekur hann sekundur refsingu eða eitthvað. Það skiptir svo sem ekki máli að hann er aftastur hann. Já, skiptir ekki máli en þú veist, það er eitthvað í samkvæmt reglunum. Það er fyrir 13. sætið. Já, en ég er að segja að hann var ekki, veist, gula flaggi sem kemur út af þessu. Já, þú veist... Já, ég ætti ekki að vera að dæma það, sko, það er ekki... Þú veist, það stendur ekkert það er reglunum hvort þú sitt fyrstur eða síðastur. Þetta er bara bannað. Við erum ekki að vera bannað. Við förum ekkert út í það. Herri, er það ekki bara komið vídeo okkur? Já, þetta var bara enn og aftur til hamingju allir þrír. Þetta er skemmtilegt að bara vinna podiumpodcast hjá okkur. Já, Jói var með þetta. Það er meiri stemning í þessu. Já, þetta er betra, sko. Herri, þá bara þökkum við fyrir okkur.